Á laugardaginn ætla ég að tala hafið hér í kringum Ísland, Norður-Atlantshafið, okkar heimaslóð. Straumana þar, sem að margir telja að geti breyst vegna veðurfarsbreytinga á jörðinni. Og ég ætla svona að skoða það hvernig á því standi, hvernig ástandið er hér í kringum land, hvernig við tengjumst þessu og hvað rannsóknir og mælingar síðustu ára segja til þetta. Að svo koma þar fram breytingar eða ekki. Ég ætla ennfremur að tala koltvíoxíð í sjó. Ég ætla að tala koltvíoxíð í loftinu, því hafið tekur hluta þessu upp. Og það veldur ekki gróðurhúsaáhrifum í sjónum, en það veldur öðru sem kallað súrnun sjávar, sem efnafræðilegt fyrirbrigði og ekkert tengt gróðurhúsaáhrifum. Þetta súrnunin talin hafa áhrif á lífríkið, talin hafa áhrif sérstaklega á kalkmyndandi lífverur. Það munar kannski einhverjir eftir því að í tengslum við loftslagsráðstefnuna sem var í Kaupmannahöfn í desember, þá kom í fréttum og var sagt frá því að hafið hér norðan Íslandshaf væri að súrna hraðar en önnur höf. Ég ætla að sýna hvað á bak við þetta. Ég ætla að sýna hvernig á þessu stendur og hver staðan í þessum málum, þar að segja súrnun sjávar hér við land. Takk.